Þetta ógeðslega gott. Takk. Þú bara gleðileg jól. Hæ. Verið velkomin í Svoð. Ég heiti Kristi Guðmundsson. Ég er að gera jól. Í kvöld, eða dag, eða morgun, eða nótt ætla ég að búa til Brussels sprouts eða rósakál. Steikt. Ég gera það líka síðustu jól. Og ég held að ég mun ábyggilega gera það næstu jól líka. Eitthvað slags Brussels sprouts. Jólin byrja ekki finn ég fæ Brussels sprouts í muninn á mér. Ég ætla bara að telja í þetta. Bara jólin, ég er bara svo spenntur fyrir jólunum með þér. Auðvitað er rósakál, ólífuolía, sítróna, appelsína. Appelsína, það öskrar líka á jól. Hvað meira? Smá salt og svona sesamfræ. Verður ekki miklu öðuldra. Það er búið að hreinsa þessi, en ef við finnum ekki svoleiðis, þá þurfum við að taka raskatið af og taka síðan, 2-3 blöð af. Þetta er ekki flóknar en þetta. Er þessi kál svona verulega búin að vera í moldinni og þú getur hent heim. En hérna er þau komin bara fullkomlega hreint. Og það ætti að vera svona smá raskat hérna. Pínu raskat og skera það í burtu. Bara með litlum hníf. En ég fann ekki svoleiðis, þannig að ég ætla ekki að sýna það. Þannig að þið getur fundið ábyggilega í jólaþættinum í fyrra. Ef þið skrollið eitthvað niður annarkvort á sjónvarpi Símans eða á Facebookinu mínu eða á YouTubeinu mínu og skrollið eitthvað og finnið jólaþættina og þá getur þið fundið hvernig á að gera það. Man ykkur að gera það. Byrjum á því. Setja stóran pott á með smá vatni hérna í botninn. Náum suðun upp og meðan við erum að vita því getum við tekið sítrónuna sem ég er búinn að þrífa. Svona 2 strókur. Takið svo sítrónuna sem ég appelsínuna sem ég er líka búinn að þrífa. Takið aðeins meira á henni. Blandið hérna bara við. Þessi græja. Snýr öfugt núna. Svona. Fer bara henni. Bara setja nokkra núna. Þetta er bara fyrir mig núna sko. Svona. Gufusjóum þetta í cirka 10 mínútur. Eða svo. Það er svona, þannig til að þetta er orðið mjúkt. En ekki of mjúkt, því við hefum eftir að steikja líka. Förm en orðið svona pínu mjúkt við snertingu. Eitthvað svoleiðis. Herru, þetta er komið nóg. Þetta er komið yfirdrifið nóg. Ólífuolíu. Og á meðan þá leyfum við hérna rósakáluna aðeins að anda. Ég elska þetta. Já, mamma braut á sér hendina á einhverjum tímabóti. Bara óvart, sko. Bara, hérna. Hún er orðin gömul kona, sko. Og búin að vera það mjög lengi. Ég elska það samt mamma. En þú ert búin að vera gömul kona og það lengi, sko. En það dastu þarna í hálku og braust á þér hendina. Og síðan þá, þegar ég er á Íslandi, þá hef ég verið að hjálpa henni í eldhúsinu og ég alveg dýrka það. En ég verði ekki með mömmu þessi jólin held ég. Þetta á að vera svona miðlungshiti. Ég skella smá salti á þetta núna. Gefum þessu smá lit. Þurfum nefnilega saman líka úr appelsínunni og sítrónunni. Hvað er uppáhalds jólalegið ykkar? Ójólalegasta og latasta jólalag sem ég veit er náttúrulega hérna ef ég nenni. Það er eiginlega mitt uppáhalds jólalag. Helgi Björns. Kann þetta. Það er allir eitthvað svo hátíðlegt. Þetta er líka gaman. Fyndið. Jæja, það er komin góður litur. Ég ætla að setja svona
1/4 af þessu. Nei, þetta börkin út á. Og nú eru þær að sjúga upp í sig bragðið hérna. Voila! Nú bara smakka þetta. Nú með að jólin koma til mín. Pínu súr, appelsínubragðið þarna strax á eftir. Ég vil bara fá að opna jólapakka núna. Vel með þessu. Takk fyrir að horfa. Ég vona að þið nennið að like, deila og sharea þessu. Það er alltaf svo gaman þegar þið gerir það. Og það hjálpar í algoritmanum að koma svo aðeins lengur út og það gerir líf mitt náttúrulega bara auðveldara. Ég er á sjónvarpi Símans líka ef þið viljið. Getið bingað þetta allt saman. Bara allt í einu. Búm. Bara sjáumst. Bye!